Margrét og sæl og verið gaman að sjá ykkur hér. Ég ætla aðeins að spjalla við ykkur pílagrímagöngur og ég ekki hafa það opið þannig að það sé svona velkomin. Ég ætla aðeins að tala við ykkur pílagrímagöngur og umhverfismál, hvernig það tengist. Og eins og þið vitum þá hafa pílagrímagöngur orðið sífellt vinsælli núna á undanförnum misserum og þið hafið heyrt talað þessar pílagrímaleiðir gömlu sem að verða sífellt vinsælli bæði á Spáni, Jakobsvegurinn. Það líka pílagrímaleið, þarna kemur pílagrímurinn, Rúna, sem hefur gengið Jakobsveginn. Og svo náttúrulega líka þessar leiðir hérna í Noregi, Ólafsvegurinn, Hervæginn á Jótlandi, Via Francigena. En ennþá vinsælast af öllu að fara frönsku leiðina á Spáni, frá Saint-Jean-Pied-de-Port til Compostela. En ég ætla aðeins að fjalla það hér í dag, hvernig í raun og veru pílagrímaguðfræði og umhverfismálin kallast á. Sigurður Pálsson heitinn, hann orti þetta ljóð. Á hvíta örk landsins hafa þeir skrifað letur dauðans, letur auðsins, letur valdsins. Á græn tún og dökka hamraveggi hafa þeir skrifað orð dauðans, orð auðsins, orð valdsins. Vitringar auðsins og valdsins fylgja blekkingarstjörnum á röndóttu klæði, finna forynju auðsins og valdsins, reifaða liggjandi í jötu dauðans. Samt grænka túnin þrjósk, en skín sólin þrjósk, en getum við útmáð letur dauðans, letur auðsins, letur valdsins, af hvítri örk landsins, af grænum túnum og dökkum hamraveggjum. Arnfríður Guðmundsdóttir hérna hinum megin við vegginn að fjalla það hvernig siðbót okkar daga ætti að felast í nýjum lífstíl og sem við ættum að temja okkur. Og Elisabeth Liedel, sem sumir þekkja og pílagrímaprestur í Árásum í Danmörku, hún hefur haldið fram að pílagrímahreyfingin sé í raun og veru siðbót kirkjunnar, sé hluti af siðbót kirkjunnar. Og ég þeirrar skoðunar að pílagrímaguðfræði og umhverfismál sé hluti af siðbót í lífstíl og fari saman og þetta tvennt í raun og veru kallist á. Og eins og var verið að segja hérna í morgun, Ecclesia semper reformanda est, sem sagt siðbótin sístæð. Þannig hraðlest og sannleikurinn sá að líf nútíma mannsins á Vesturlöndum það kannski einkennist svolítið að svona lífi eins og hraðlestin svona hraðlestarinnar. Það alltaf fljúgandi ferð og við erum flest á sífelldum hlaupum. Við erum stöðundi tímapressu og dagbókin okkar full af alls konar dagskrá og margt fólk finnur fyrir kvíða og þunglyndi og kulnun í starfi og hjónabönd fara út þúfur. Og margir hafa fengið á tilfinninguna á undanförnum árum að það sé ekki hægt að halda áfram að lifa eins og gert hefur verið fram á þessu. Þetta sé einhvern veginn lífstíl sem að gangi ekki upp. Þið þekkið textann í 103. Davíðssálmi. Dagar mannsins eru sem grasið, hann blómgast sem blómið á mörkinni. Þegar vindurinn blæs á hann hann horfinn og staður hans þekkir hann ekki framar. Það margir sem á síðustu árum hafa staðið upp, farið í gönguskóna og göngufötin og lagt af stað með bakpoka í 40 daga ferðalag. Og auðvitað eru ástæðurnar bak við þetta mjög margar. En félagsfræðilegar rannsóknir hafa rennt stoðum undir það að kreppur og álag og lífstíll nútíma mannsins hafi oft á tíðum rekið hann út á veginn. Og samkeppni
samkeppnisandinn sem ráðandi í atvinnulífi gerir það að verkum að margir upplifa einhvern veginn tilvistina kaldranarlega og ómanneskjulega og margir leggja af stað í pílagrímaferð til þess að finna sjálfan sig, finna tilgang og merkingu með lífinu og margir eru líka í raun og veru má segja að pílagrímagangan sé líka aðferð til þess að brjótast undan efnishyggju og sjálflagni nútímans. Þetta í raun og veru kannski pílagrímaganga í leit að nýjum gildum, samfélagi við Guð og annað samfélagafólk og ekki síst sköpunarverkið. Og þá erum við kannski komin að kjarna málsins hvernig ósjálfbærir lífshættir okkar nú á dögum brjóta niður ekki bara fólk, heldur auka misskiptingu og ræna jörðina fjölbreytileika sínum og fegurð og spilla náttúruauðlindum. Og við getum í raun og veru talað í þessu samhengi rányrkju, ekki bara á náttúrunni heldur líka á fólki. Þannig þetta í raun og veru talar algjörlega saman. Rányrkja á náttúrunni og líka á fólki. Ofgnóttar samfélag okkar daga. Það er mikil þörf í okkar samtíma til að sanga sér hlutum og safna í hlöður. Og það er svolítið merkilegt að hugsa til þess að sumum af gömlu dauðasyndunum hefur verið í raun og veru gefin laus taumur. Og græðgi og neysla hefur verið hafin upp á hinum kapítalíska markaði. Við erum orðin að neytendum og það er ýtt undir það að við kaupum sífellt meira og meira og meira og það er látið að því liggja mjög víða í svona okkar umhverfi að hamingjan sé fólkin í því að kaupa og eignast, en auðvitað er sannleikurinn sá að við vitum það innst inni að þetta er ekki svona. Efnishyggjan gerir okkur hvorki glöð eða hamingjusöm og ég held að gera engan glaðan að þótt hann geti valið 10 tegundir af kaffibakka sko, eða 30 eða meira sko. Jesús gekk forðum og margar frásagnir í Biblíunni þær gerast út í náttúrunni, bæði við hafið, á fjöllum, í eyðimörkinni, út á engjum og mjög mikið af myndmálum Biblíunnar eins og þið þekkið þetta mæta vel er sótt í náttúruna og líkingarnar eru mikið sótt í náttúruna. Og Jesús gekk og hitti fólk og hann kendi og hann læknaði og hann boðaði trú og postularnir fóru fótgangandi og þið þekkið öll þetta myndmál þegar talað er hestapostulana, það er að segja fæturna. Og Jesús talaði sjálfan sig sem veginn og hinir fyrstu kristnu menn, þeir töluðu það að þeir væru á veginum. Þeir væru, þannig að vegurinn var myndmál, svona frumkirkjulegt myndmál. Og sjálfur fór Jesús út í eyðimörkina og dró sig í hlé til þess að hugleiða og biðja. Og í raun og veru má líta á pílagrímagöngu í dag sem í raun og veru ákveðin tíma sem að þú gefur sjálfur þér, að fólk gefur sjálfur sér til þess að draga sig í hlé, til þess að vera einn með sjálfur sér og náttúrulega öðru fólki líka, en til þess að endurskoða lífið. Og það er svolítið merkilegt til þess að hugsa að ég held að svona Rúnar getur staðið það tekur um 40 daga að ganga yfir Blíðingarfjöllin að það leið til Kóngastad. Það er svona fyrir flesta getur maður gert ráð fyrir því að það taki 40 daga eins og Jesús var í eyðimörkinni. Mér finnst þetta svolítið merkilegt. Veistu hvað það ekki lúta? Þið þekkið þetta, hér er Emmausfararnir. Og þið þekkið þessa frásögn úr Lúkasarguðspjalli Emmausfarana. Tveir þeirra fóru þann sama dag til þorps nokkurs, þegar svona byrjar frásögnin. Og þeir ræddu sín á milli allt þetta sem gerst hafði, þið þekkið hérna texta. Og þá var það svo að þeir voru að tala saman og ræða þetta að Jesús sjálfur nálgast og slóst í för með þeim. Og þetta er svolítið merkileg frásögn og svolítið gott að nota hana svona í samhengi pílagríma starfsins og pílagrímafræðanna. Ég held ég segi oft þessa sögu þegar ég er að leiða pílagríma vegna þess að
það svo margir einhvern veginn, þeir muni hvernig þetta var, þeir þekktu ekki Jesús og settist þeir niður til að borða saman og þá rann það upp fyrir þeim hver hann var. Og það nefnilega sannleikurinn nefnilega sá að margir einhvern veginn verða ekki áskynja nálægð Guðs í lífinu þótt að, og oft Guð með okkur í för og oftast hann nú með okkur í för þó að við komum nú ekki auga á hann, það minnst kosti þannig. Og það að ganga saman eins og Emmausfararnir voru að gera, þeir gengu þarna saman, voru að kryfja málin og það svo merkilegt að það svo gott að ganga saman og kryfja hlutina til merkja og samferðafólkið sem slæst með okkur í för á leiðinni, það verður svona eins og Kristur var Emmausförunum. Það fer að hjálpa okkur að sjá hlutin í nýju ljósi, fer að einhvern veginn að benda okkur á nýjar leiðir og þannig verður samferðafólki á veginum eins og Kristur var Emmausförunum forðum. Hér mynd af borgvískum pílagrímum og það má eiginlega segja að pílagrímalífið það sé orðið að ákveðnu lífstíl og sem á sér marga unnendur. Þetta er orðið að hreyfingu víða Evrópu, ekki síst á Norðurlöndum og í Þýskalandi og ég og fleiri hér, við höfum verið í samstarfi norræna pílagrímapresta og það hefur komið fram í raun og veru hér á Norðurlöndum heildstæð pílagríma guðfræði þar sem hefur verið mjög mikið lagt upp á kristinni arfleið og það verið að taka sérstaklega tillit í þeirri pílagríma guðfræði til þeirra tilvistar spurninga sem að koma mjög gjarna upp á leiðum pílagríma og þeir eru að glíma við og það hefur verið sett á oddinn 7 áhersluatriði og hafa verið nefnt 7 lyklar pílagrímsins og þeir sem hafa verið í Skálholti í endurmenntunardögum hjá Halldóri Reynissyni, þið þekkið þetta og mér langaði til þess aðeins að svona drepa á þessu. Og fyrsti lykillinn asaleysi og það má, eins og þið vitið, önnum kafnir prestar, þið vitið að asaleysi orðið að ákveðinni munaðarvöru í okkar samtíma og okkar lífi. Og en asaleysi eða rósemd, þau getur haft mjög jákvæð áhrif þegar maður hættir að skúpa hlutunum af og alltaf að flýta sér alltaf sífelldum hlaupum vegna þess að þegar maður byrjar einhvern veginn að gera hlutina hægar og rólegar og maður fyrir að fækka verkefnunum þá einhvern veginn eins og maður fara að vinda ofan af sér og þetta líka í raun og veru áhersla á það sem þið þekki nú vel úr svona tíðarandanum að vera meira í núinu, að vera hér og nú, að vera ekki alltaf að vera komið með hausinn einhvert annað, að njóta í raun og veru þess sem að gjör svo vel, að njóta þess, já það bara sestu hérna örnu. Já, reynum að opna gluggan eða opna bara út. Við vorum að tala um asaleysi, bara mín. Við vorum að tala um asaleysi. Já. Nei, ekki asaeinn. En ég var að segja, ég er að tala um pílagríma guðfræði sem komið fram á Norðurlöndum og þar efst á blaði í raun og veru asaleysi. Og í raun og veru má ég segja, og þessi áhersla, svo við setjum nú Sólveig inn í þetta, það þessi áhersla á að lifa og njóta þeirrar blessunar sem lífið hefur að bjóða upp á hér og nú. Njóttu þess til dæmis að sitja í þessum góða stóli og bara hvað þetta nú flottur og góður stóll og þú getur alveg að setja kjur í honum. En það má eiginlega segja að allar þessar áherslur, já við erum að opna, ok, ég var spæðið svo að ekki hægt að opna. Já, ok. En asaleysi, það má eiginlega segja að öll þessi áhersluatriði pílagríma guðfræðinnar ákveðið viðbragð við ákveðnum skorti í nútímanum. Og asaleysi svo sannarlega skortur í nútímanum, en þetta líka ákveðið viðbragð við kröfunni árangur og framleiðni. Þið vitið, þessi taktur í
í okkar samtíma, það sem sé gríðarlega áhersla á framleiðni, árangur, skiljið, og allir verða ógeðslega stressaðir. En þetta er svaka krafa, en þetta ákveðið viðbragð við því. Hér snígill, lítill snígill sem að fara Jakobsveg og hann táknmynd hægðina, róna, það snigillinn, hann ferðast með allt sem hann þarf á bakinu. Og þegar hann fer að ferðast á hraða snigilsins, þá fer maður nefnilega að upplifa grasrótina og maður getur upplifað allt það sem í kringum mann á leiðinni. Og þegar maður eins og snigill, þá fer maður að taka eftir því hvað umhverfið og náttúran dásamlega fögur og merkileg. Og þið getið ímyndað ykkur snigill, en hann gefur sér tíma til að velta á vöngum og hugleiða það sem hann upplifir á leiðinni. Og maður fer nefnilega þegar maður hættir að fara á harða spani, þá fer maður að taka eftir alveg allt öðrum hlutum. Runnunum á leiðinni, blómunum, steinunum og öllu þessu sem bara í vegkantinu. Og á pílagrímagöngu þar sem asaleysið ræður ríkjum, þá fer maður líka að gefa sér tíma í rólegheit og pásur, staldra við, gefa sig á tal við fólk sem hefur annan bakgrunn, önnur sjónarmið. Og ég get ekki lýst því fyrir ykkur hvað þetta merkilegur selskapur undir þessu tré. Þarna fiðluleikari frá Íslandi, háskólakennari frá Boston, listasögukennari frá Slóveníu og samkynhneigður piltur eða ungur maður frá Argentínu sem einu sinni var í jesúítaklaustri en hætti svo við og hann var svo glaður að hitta kvenprest ofar á Íslandi á Jakobsvegi sem myndi geta gifta ef hann myndi hitta einhvern sætistrák á einu. Hann var ægilega kátur. Og það var, en þarna voru menn að gefa sér tón, það enginn að æða áfram, fólk gefur sér hvert að öðru, spjallar saman, nýtur augnabliksins og kynnist fólki úr öðrum áttum. Og þarna allir á sama meiði. Það sést ekkert að þarna háttsettur háskólakennari í Boston, hann í alveg jafn mikilli sveitafílu treyju og táfílsokkum og ógeðslega drullugum gönguskóm eins og við öll eins, skiljið. Þarna mætast allir sem jafningjar. Verkamenn og smiðir og forstjórar og guð veit hvað. Á pílagrímagöngu fer maður á milli helgista og kirkna og á þessum yndislegu, undursamlegu helgidómum þá gefst tækifæri til að spyrja sig á hvaða leið ég. Og því sannleikurinn sá að margir hafa bara engan tíma til að velta því fyrir sér í þessu streitufulla samfélagi okkar daga, bara hvernig hef ég það? Hvernig líður mér í raun og veru? Og það svolítið ógurlegt að hugsa til þess að margir á Vesturlöndum, þeir hafa það miklu betra í hinu ytra lífi heldur en í hinu innra lífi. Og ef við erum meðvitaðir okkur sjálf eins og við getum veitt okkur að vera á pílagrímagöngu, þá getum við líka notið augnabliksins í miklu ríkari mæli. Þarna sjáið þið mynd af flóttanum frá Egyptalandi og sem snerist það að yfirgefa kúgun og þrældóm og ganga í átt til frelsisins. Og frelsið lykill númer 2 í pílagríma fræðunum hér á Norðurlöndunum að þeir munið eftir þessu drottin gekk fyrir þeim í skýstólpa á daginn til að vísa þeim veginn og í eldstólpa nætur og eldstólpin og skýstólpin vék aldrei frá þeim. En það svo ótrúlega margt í okkar, ótrúlega margt sem getur fjötrað okkur, það ekki bara ytri hlekkir, heldur líka innri hlekkir og það getur verið ýmislegt, svo sem eins og áfall og sorg og fíkn sem getur komið í veg fyrir það að við upplifum okkur ófrjáls og við getum ekki notað okkar til fulls. Og það mikilvægt til þess að hugsa í þessu samhengi að margt af því fólki einmitt, af því það hefur verið nefnt í þessum fyrirlestrum í dag, hvernig umhverfis váin kemur verst niður af þeim verst settu og fákuldaukustu þjóðum veraldarinnar. Þá mjög mikilvægt að hugsa til þess að margt af því fólki sem saumar fötin okkar og býr til skón okkar og
og ræktar bönirnar í kaffið okkar og smíðar húsgögnin. Þetta fólk sem er á lúsalaunum og í raun og veru þetta birtingar nútíma þræla held ég, ef við erum alveg heiðarleg. Og þetta fólk hefur takmarkað frelsi, en með því að vera meðvituð hvað við kaupum, þá getum við haft áhrif á frelsi annarra. Og þess vegna ættum við auðvitað að huga því hvað það sem við kaupum og hvort við kaupum umhverfisvottaðar vörur. En frelsið svo áleitið og allir vilja upplifa það. Og frelsið pílagrímnum mjög hugleikið og margir pílagrímar finna fyrir mikilli frelsistilfinningu á göngu út í náttúrunni. Að einhvern veginn að vera að gangi í fallegri náttúru og upplifa hana og vera ekki bundinn af neinu í dagbókinni sinni nema því að maður ætlar að komast frá stað A til stað B, kannski sem 20–30 km á einu degi. Þetta eina verkefni dagsins. Margir upplifa alveg gríðarlega mikið frelsi í þessu samhengi. Einfaldleikinn næsta atriði og eins og þið þekkið segir í Jobsbók, nakin kom ég á móðurskauti og nakin mun ég þangað fara. Einfaldleikinn áherslu atriði pílagrímsins og pílagrímurinn með allt sem hann þarf á bakinu og hann ætti því að vera í raun og veru, pílagrímurinn ætti því að vera talandi dæmi einfalt líf og bakbókin má ekki vera þung til þess að bera. Ef þið sem hafið lesið bókina Villt, hafið þið munið eftir henni? Konuna sem var með einmitt svona risastóran bakbók á bakinu sem hún kallaði skrímsli og hún þurfti að eftir dálítið langa gönguför þá þurfti hún að losa sig ýmislegt úr þessum bakbóka vegna þess að hann var allt of þungur. Og það í raun og veru gildir það sama með dótið í lífinu að eftir því sem við eigum meira og erum með meira því oft verður lífið flóknara og það má eiginlega segja að flestir sem hafa farið í langa gönguferð með allt á bakinu, þeir hafa upplifað það hvað mikill léttir þegar maður losar sig við úr pokanum og hvað það munar hvern og einn hlut. Þegar það rennur upp fyrir manni að það munar það að vera bara með einar buxur en ekki tvennar, þið veitir. Og hvað fyrir að muna þetta í grömmum og allir þessu. Og það svo auðvelt að tala þetta í raun og veru við fólk að það skilur þetta því að við með ýmislegt í bakbókunum okkar sem íþyngir okkur og við þurfum að losa okkur við til þess að einhvern veginn að geta notið lífsins. Og sannleikurinn sá að pílagrímurinn hann lærir oft að það dýrmætasta í veröldinni ókeypis og það best að ferðast létt. Og þess vegna hefur pílagrímahreyfingin hvatt til hófstillingar í lífstíl. Og það einmitt hluti af þessari óhjákvæmilegu siðbót sem Arnfríður að tala hinum megin við vegginn. Að við þurfum siðbót í neyslumynstri okkar þegar að sóun ógnar framtíð jarðar. Og með því að hafa bakpokann í huga, þá getum við svona flysjað allan óþarfan utan að lífi okkur og líka bara að venja okkur á það að láta það duga sem við höfum. Tjaldið. Merkjum það að heimilið okkar getur verið einfalt. Og það ótrúlega mikið snobb í okkar samtíma. Það rosalegt snobb yfir því hvernig við lifum, lífsstíll orðinn, þú veist bara svona einhvern veginn markmið í sjálfu sér og hvernig heimilin okkar líta út. En við vitum auðvitað að það svo lítið sem við þurfum til að geta lifað góðu lífi. Og að temja sér hófsaman og einfaldan lífsstíl, það ekki nokkuð vafi á því að pílagrímahreyfingin hvetur til þess að það í raun og veru það sem eykur virðingu okkar fyrir verðmætum og fyrir gjöfum Guðs. Og með því að temja sér einfaldan lífsstíl, þá líka ölum við með okkur svo miklu meira þakklæti sem náttúrulega auðvitað það eitt af því mikilvægasta sem hægt að mikilvægast til að búa yfir til þess að finna lífshaminguna. En ég verð að viðurkenna þá, ég viss að við stöndum öllu í sömu sporum það erfitt að hoppa af neysluvagni okkar samtíma. Þetta eru margar freistingar sem liggja við það.
Lykill 4 æðruleysið og þarna nú lóan, tákn vorsins. Og þið þekkið auðvitað textan lítið til fugla himinsins. Hvorki vinna þeir né spinna eða hvernig verður þetta uppsker og safni löður og allt það sko. Og hafið ekki áhyggjur á morgundeginum. Morgundagur mun hafa sínar áhyggjur og æðruleysið er eitthvað sem að gerir okkur bæði færum það að njóta í raun og veru núsins og líka að taka því sem höndum ber eins og það kemur fyrir og þetta æðruleysið hvetur okkur til þess að vera í núinu og sannleikurinn sá að þið sem hafi gengið, ég veit að bæði Rúna og Halldór þau hafa gengið og Jakobsvegi og líka fleiri inni, að þetta er svo holdleg upplifun að bara það að vera illt í tánni, það er bara svona holdleg upplifun eins og vera illt í tánni þar sem maður fyrir að beina allri athyglinni að því, það einhvern veginn kallar mann til þess að vera æðruleysa. Og bara þetta upplifa bara ég er rosalega svöng og hvar kemst ég næst í einhvern mat. Þið veitir, þá verður maður bara einhvern veginn svona upptekinn einhvern veginn af hinu holdlega. Og það hjálpar manni svolítið til þess að vera bara í núinu. Hvað segirðu? Kaldur bjór í hádeginu. Kaldur bjór í hádeginu, já, akkurat. Og þetta er svona, hvetur okkur einmitt til þess að hafa hér fornkveðna leiðarljósi, carpe diem, njóttu dagsins. Þetta er einhvern veginn að kallar og einmitt hvað kaldur bjór verður mikil svöl. Það er bara lítill. Já, bara lítill, ok. En eins og, þú veist, ég meina það er bara svo mikil styrkur að sko lifa í æðruleysi og einhvern veginn að taka, bara mæta því sem sko höndum ber og það sá sem er æðruleys, hann auðvitað er ekki jafn upptekinn af efnislegum gæðum, það er bara hvernig gerist það sjálfum sig. Og hinn æðruleysi, hann náttúrulega getur gefið sig á valdþeng Guði sem segir Drottinn er minn hirðir mig, mun ekkert bresta, á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Jesús sagði, komið nú á óbyggðan stað svo við getum verið einir saman og hvílst stund, en fjöldi fólks var stöðugt að koma og fara svo þeir höfðu ekki einu sinni næði til að matast. Þið verða að gefa henni súrefni Sólveig og hún er bara að líða út af hérna. Hafbara opið, já. Næst er einhver lokar og opna bara strax. Já, ég veit það. En sko, það er sagt að þögnin sé móðurmál Guðs. Þetta kenndi hún Elísabet Líndel mér. Ég veit ekkert hvað hún hafði þetta, þetta er bara, veit þið það kannski? Þögnin er móðurmál Guðs. Hún hefur bara sagt þetta. Og Jesús baðst fyrir í Getsemane og við þurfum auðvitað öll kyrrð til þess að geta hlustað eftir því sem að Guð vill tala við okkur. Og það er einn merkilegur biskup í Svíþjóð sem ég veit að einhver ykkar kannast við sem heitir Martin Lind. Kannast ekki við hann? Er ekki Lindköping? Mér minnum það. Hann hefur skrifað svolítið pílagrímaguðfræði og hann meðal annars fjallar bænina á pílagrímagöngu og hann segir að það sé svo mikilvægt að biðja og hann segir ekki gleyma því að bænin er fyrir mannin, ekki fyrir Guð. Bænin er fyrir mannin vegna þess að í bæninni fær manneskjan að vera manneskja og Guð fær að vera Guð og þetta er svo mikil hvíld frá því að við erum í lífinu, í okkar svona hversdagslífi, í svo mörgum hlutverkum. Og það er einmitt það sem er svo dásamlegt líka á pílagrímagöngu þegar allir eru bara í svona ógeðslega ljótu útivistafötum, að þá fáum við einhvern veginn að vera bara við. Alveg svo í bæninni fáum bara að vera við að fara með fyrir Guði. Og þetta er svo mikið léttir fyrir nútíma mannin. Svo er það kyrrðin sem sagt. Það er svo mikil áreiti frá hvers konar hljóðum sem gerir okkur stressuð og spennt og það er svo magna að hvaða er talandi náttúruna og umhverfið að það er magnað þegar maður er búinn að ganga í marga daga bara í náttúruhljóðum og bara í fuglasöng,
lækjarnið, hljóðið í blænum, suðunni í flugunum, hvað maður upplifir, hvað þetta hefur heilandi áhrif. Af því að var verið að tala hérna náttúran sem markmið í sjálfu sér í morgun. Að upplifa þetta og upplifa sjálfan sig sem hluta af þessari náttúru, en ekki sem einhvern veginn yfir þessari náttúru. Þetta hluta af henni og að hún sé líka í raun og veru dýrmæt í sjálfu sér en ekki einvörðungu fyrir manni. Þetta hún dýrmæt fyrir manni og heilandi fyrir manni, en hún líka markmið í sjálfu sér. Þetta rosa flott brauð sem gæti hafa verið bakað heim hjá mér og þið þekkið frásögnin í postalsögunum það þegar menn seldu eigur sínar og skiptu á milli sín og eins og hver hafði þar fyrir og þeir komu saman í helgidómnum, brutu brauðið í heimahúsum og neyttu fæðu saman og drottinn bætti daglega við hópið þeirra sem frelsast létu. Og kompanjón latína eins og þið mörg þekkið og þýðir það að borða af sama brauðinu. Að borða af sama brauðinu og vera kompanjón sem sagt það sá sem borðar eða þeir sem borða af sama brauði. Og altarsgangan auðvitað táknmyndu það að við deilum hlutunum. Og það lykill 6 í pílagríma guðfræðinni. Það sem sagt samkenndin. Og það var verið að tala hvað allt mannmiðlægt í dag og hvað allt sjálflegt og við höfum verið að heyra það í dag. En það svo magnað að á okkar tími þegar einstaklingshyggju hefur vaxið í raun og veru fiskur hrygg og samkeppnishugsun hefur náð undir tökunum í samtímanum, þá svo ótrúlega magnað að upplifa það hvað mikil samkennd á meðal pílagríma. Og það margir sem hafa í raun og veru áhyggjur af því að samkennd sé á undanhaldi, en Jesús sagði þetta, þú skalt elska náungann og sjálfan þig, og eitt af því sem einkennir pílagrímalífið einmitt samkennd og vinátta. Og fólk tilbúið þess að gefa af sér, ekki bara nestinu sínu og vatninu, heldur líka að lífsreynslu sinni. Og það svo magnað að í þessum samtíma þar sem í raun og veru rányrkja stunduð á fólki og mönnum, þá upplifir fólk á pílagrímagöngu þessa vináttu og þessa samkennd svo óendanlega sterkt. Og ég held raunar að það sé einmitt þetta sem að gerir þessar ferðir svo vinsælar. Að þegar við upplifum það að þegar við gefum okkur að samferðamönnum okkar sem við erum að samferða og erum á leiðinni í sömu átt, það verður svo miklu innihaldsríkara að vera samferða í gegnum lífið. Og ég hef upplifað það svo marg og oft einhvern veginn á göngu, bæði innanlands og utan, að bara með því að leggja í púkk og vera með góðu fólki, hvað sameiginlega, bara einfalt máltíð verður mikil veisla á göngunni. Það þarf ekki að fara neitt Michelin-stað, það bara þannig. Og þarna búið að breyta borðtennisborði á bakvið kirkju í veisluborð. Og það ótrúlegt eins og Halldór var að segja hvað kaldur bjór smakkast vel og hvað bara einhvern veginn einföld máltíð ótrúlega ljúffeng. Bara brauð með osti verður ljúffeng þegar maður bæði svangur og þyrstur. Hérna hópur með Elisabethu Liedel, pílagrímapresti á Jótlandi, sem fær í hvert skipti sem farið í gegnum Væle. Það eru læknishjónin í Væle sem búa við þessa gömlu pílagrímaleið þar sem heitir Hervæin. Þau bjóða pílagrímum alltaf heim til sín til kaffisamsætis. Og þau upplifðu svo mikla gestrisni á Jakobsvegi og það og þess vegna bjóða þau heim til sín. Og gestrisni í garð pílagríma hefur verið ástunduð öldum saman og þar haft að leiðarljósi allt sem þeir gerðuð ekki einum minna minnstu bræðra, það hafi ekki heldur gert mér. Og Benedikt af Núrsíu, hann byggði í raun og veru klausturreglu sína á þeim orðum: þegar þú tekur á móti pílagrím, þá tekur á móti Kristi. Og þetta
dyggð sem ég held að við ættum að temja okkur í síauknum mæli í okkar samfélagi. Og pílagrímastafurinn hinn þögli ferðafélagi pílagrímsins og náttúrulega vísar í þennan undursamlega sálm, Davíðssálm 23, Drottinn minn hirðir, ég mun ekkert presta, og þetta auðvitað vísun í hirðistafinn og ég alveg sannfærð það að biskupsbagallinn, hann á auðvitað í raun og veru sína táknmynd líka í raun og veru í þessum hirðisstafi sem í raun og veru sama fyrirbæri og pílagrímastafurinn. Og hann stuðningur okkar á vegferðinni og hann minnir okkur á það að ekkert okkar kemst óstutt í gegnum lífið. Við þurfum á stuðningi að halda í lífinu. Við þurfum á öðru fólki að halda og við erum stundum í raun og veru stuðningur annarra og stundum eru aðrir stuðningurinn okkar. Og stafurinn alltaf á undan og leiðir okkur áfram. Svo það síðasti lykillinn, andlegur vöxtur. Sko það ekki markmið á pílagrímagöngu að verða dyggðugri. Það ekki markmið. Guðfræðin þessi og trúin, hún snýst ekki það að við séum svo dugleg. Við erum alveg nóg. Það rosa stutt í það að fara að ýta undir einmitt þessa samkeppnishugsun að einmitt að fara að segja já, ég á svo pílagrímagöngu til þess að verða dyggðugri eða betri eða eitthvað slíkt. En lífið alltaf að breytast og við erum að breytast og það sem maður upplifir að pílagrímalífið og það pílagrímagöngu, það getur gert okkur þakklátari fyrir það sem við höfum og það getur hjálpað okkur til þess að vera svo manneskja sem Guð ætlar okkur. Að við getum einhvern veginn notið þess smáa og fagra í hversdagslífinu okkar. Og löngunin, þið þekkið þetta mynstur, dauði og líf, við sem ekki óráðið í þessu, má ekki loka. Jú. Það ákveðið guðlegt mynstur í lífinu. Ég vona að þið sofnið ekki við það í loki hurðinni. Og þetta guðlega mynstur í lífinu dauði líf, dauði upprisa, skiljið. Og það svolítið magnað að löngunin eftir svona góðu lífi, það fær mann til þess að standa upp. Í raun og veru það að Guð vill ekki við stöðnum og stundum lífið orðið þannig að það eins og dauði. Og það að fara af stað í ákveðna vegferð, það getur leitt okkur til þess að við göngum til upprisunar, að við göngum til lífs. Og ég held að í raun og veru þessi leið sem við höfum verið á núna, þar sem að sóun svona ofboðslega mikil í raun og veru svona tíðarandi, að það í raun og veru vegferð dauðans. En það að og sú vegferð sem við ættum að vera á, í raun og veru ætti að vera leið til sjálfbærari lífshátta, þar sem að hófsemi og virðing í raun og veru fyrir verðmætum í hávegum höfð. Og þetta í raun og veru vegferð til lífsins. Myndin á undan, tekin hún á leiðinni rétt fyrir hjá Burgos. Þetta rétt hjá Burgos. Þetta minnismerki borgarstyrjöldina. Já, þetta ekki, þetta ekki að fólk hendi steinunum. Þetta ekki það sem fólki hendi steinunum. En það einmitt svona kross þar. Má ég aðeins bara örsaga? Já. Það staðræður sem heitir járnkrossin á leiðinni, sem ekki þessi heldur nær Santiago. Það var íslensk kona sem var misst son sinn sem tók líf sitt. Hún ákvað að ganga þessa leið sem hluta af því bara að grófa sára sína eins og það hægt. Og sonur hennar hafði safnað steinum, svona steinandi. Hún tók stein sem hann hafði átt og lagði hann í þessa steinahrúgu sem við þennan járnkross, eins og gerikjarnar. Og hún sagði frá því sjálf, leið, það var hún að leggja dálítið frá sér þessa þungu byrði sorgarinnar sem það hafði gift á henni. Maður hittir einmitt svona fólk
á þessari leið Já, sem að nákvæmlega. eru að takast á við ótrúlegustu eða þannig bara mannskulega hluti. Já. En það einmitt það sem svo gefandi á leiðinni, þegar fólk gefur manni af lífsreynslu sinni, það það sem að, og það kannski það einmitt að vera fólki samferða á svona vegferð sem að gera það verkum að þegar maður kemur í mark, þetta kirkjan í Burgos, þetta endar alltaf auðvitað með því að maður kemur í mark, hvort sem það í Burgos eða Compostela eða eitthvað, þá á maður eftir að fara heim og þá verða ákveðnar krossgötur. Þá spurningin, getur maður látið reynsluna af veginum hafa einhver áhrif á sig í það líf sem maður ætlar að lifa heima? Og ég held að sko eftir að hafa gengið í þessari fögru náttúru sem maður hefur gengið á pílagríma slóðum, þá sko kallar það, þessari dásamlegu og fögru náttúru, þá kallar það fram í raun og veru ákveðna auðmýkt gagnvart bæði náttúrunni og líka kynslóðanna. Og það kannski það sem að kallar okkur til ábyrgðar bæði gagnvart sko fólki og líka náttúrunni. Og við kannski einmitt spyrjum okkur, og þetta er góð saga sem Halldór nefndi, af hverju allt þetta fólk á göngu í dag? Og það auðvitað fullt ástæðum. Það hefur kannski mist ástvini sína, það hefur orðið fyrir einhverjum áföllum, það hefur mist starfið sitt eða það hefur lent í einhverjum ógöngum sem er í raun og veru bara kallar það út á veginn til þess að leita einhvern veginn í nýrri leið til þess að lifa. En það er svolítið fallegur sálmur, Davíðs sálmur 42, sem er svona: eins og hjörtur sem þráir vatnslindir, þráir sál mín þig og Guð. Og Ágústínus ritaði líka: þú Guð hefur skapað mig í þér og hjarta mitt er órólegt þar til ég finn hvíld í þér. Sko, pílagrímaferðir eru stundaðar í öllum trúarbrögðum og við erum öll einhvern veginn óróleg þangað til við finnum einhvern veginn hvíld í Guði. Og við, sko, það er svolítið magnað að pílagrímaferðir skulu vera stundaðar í öllum trúarbrögðum, en það er náttúrulega sami Guðinn yfir okkur öllum. Og við berum öll sem lifum á þessari jörð ábyrgð á henni saman. Þetta er sameiginleg ábyrgð sem að allir bera og við þurfum öll að halda á því í raun og veru að snúa við, sama hverjar trúar við erum, að snúa við í raun og veru þeirri öfugþróun sem lífstíll nútíma mannsins hefur kallað yfir jörðina. Og sannleikurinn er sá að sko þó að hin kristna arfleifð hafi berið einhverju stóru hluta ábyrgð á því hvernig komið er, þá er enga síður gríðarlega mikið að finna í okkar arfleifð, í biblíusögum, í trúarhefðinni, sem í raun og veru getur hjálpað okkur til þess að finna nýja leið til þess að lifa með sjálfbærari hætti þar sem að í raun og veru sko náttúran og lífríki fær að njóta dvafans umfram hagnaðar von gróðaríkjunnar. Og hugmyndir Frans Páfa það að við eigum að koma fram við náungan eins og við jörðum eins og náunga okkar. Ég held að þetta sé einn af lyklunum sem við þurfum að nýta okkur í raun og veru úr okkar arfleifð til þess að snúa þessari öfugþróun við og til þess að við getum öll tekið höndum saman. Sko lífið er vegferð og það er ýmislegt sem gerist á leiðinni og maður veit aldrei hvort það verður til góðs eða ills. Og það sem í fyrstu virðist vera áfall getur breyst í blessun og þetta þekkjum við sem höfum unnið með fólki í viðkvæmum aðstæðum. Og það sem við kannski álitum vera framfæri, það er að koma í baki okkur. Framfærirnar, þær eru að bíta okkur í hælana. Og við erum öll pílagrímar á lífsins vegi frá vöggu til grafar. Og við ég tel að nú eru sko komin tími þar sem við þurfum einhvern veginn að finna nýja leið til þess að lifa og við þurfum að gera það saman og við þurfum að einhvern veginn að finna leið til þess að ganga í gegnum lífið þar sem að líf í gnægð og gleði er markmiðin. Og ég held að þetta sé leiðin til þess að við getum skilað í raun og veru
nútímamaðurinn geti skilað í raun og veru til okkar til næstu kynslóðar jörðinni, þannig að þessi lífsstíll sem ég hef aðeins verið að kynna fyrir ykkur hérna í dag, að þetta er leið til þess að vera ábyrgur og líka til þess að lifa innihaldsríka lífi, og ég held að þetta sé ein af leiðunum sem við þurfum að stíga til þess að ganga fram á við í átt til betra lífs fyrir alla hlutaðeigandi sem lifa á þessari jörð og fyrir náttúruna og umhverfið. En nú ætlum ég bara að gefa ykkur tækifæri til spjalls og samtals. Já, Þorgeir. Takk fyrir bara aldeilis góða hugvekju og fyrirlestur. Mér langar að spyrja þú að tala áðan þessa pílagrímagöngur, lyklana og fólki sem er að fara í pílagrímagöngur. Já. Fólki sem er svo sýndur okkur bara í Borgarfirði á þessa myndinni. Já. Telur þú að þetta fólk sé aukinn hóp að upplifa pílagrímagönguna sem annars konar upplifun og fyllri af æðruleysi, asaleysi og þessum bara lyklum og dyggðum sem varst að lýsa til okkur, heldur en bara að það væri í hefðbundinni ferðafélagsfræði? Já, ég held það. Og ég skal segja ykkur smá reynslusögu þessu. Þegar árið 2009 var nú svona umbrota ári í íslenskum veruleika. Og í upphafi þess árs þá ákvað ég að ganga Hvannadalshnjúk með ásamt 90 konum. Og það var svolítið magna að margar af þessum konum það stóðu miklum krossgötum í lífinu. Sumar þeirra hafðu mist vinnuna, sumar hafðu tapað aðlegunni, sumar stóðu á krossgötum að hafa mist maka og börn og ýmislegt. Og fyrir þær var í raun og veru það að ganga Hvannadalshnjúk alveg ofboðslega mikill í raun og veru sigur. Svo vorum við komin þarna, austur í Skaftafell og við höfum verið í miklum undirbúningsgöngum og ég hafði áður við fórum hana, ég upplifði þetta í raun og veru sem mikla pílagrímsgöngu, þessa ferð, fyrir margar þessara kvenna. Og svo þegar vorum komin austur þá hafði ég tekið saman svona lítið hver með einhverjum söngvum, ekki endilega sálmum, en þið veitir kvenfrelsissöngvum og ég var líka með mér eitthvað efni, eitthvað helgihald og svona. Og ég fór ekki að ræða við leiðtogana hvort þær myndi vilja að ég væri með eitthvað fyrir þær sem það vildi eitthvað svona helgistundi eða eitthvað svoleiðis. Ég fann strax að það var engin stemming fyrir þessu. Og það sem ég síðan upplifði, síðan vorum við svona 12 saman í hóp, bundnar saman í línu. Og ég spurði þær í mínum hópi, þetta voru náttúrulega bara þessi hóp, hvort þær vildi að ég væri með pínu helgistund. Áður við leiðum af stað á hnjúkinn á jökulinn og vorum bundnar saman. Og þær vildu það mjög gjarnan og þá fann ég að fyrir og upplifði það svona sterkt að leiðsögumenninir hefðu verið mjög uppteknir af því að undirbúa okkur í öllu þessu ytra. Þið veitir að við kynnum á broddana, að við værum með réttu græjurnar og allt þetta, en þær hefðu ekkert veitt í athygli hvað þetta var mikið andlegt fyrir margar þessara kvenna. Og leiðin niður af hnjúknum, þá ákvað ég með sjálfur mér. Þetta er rosalega tækifæri að vinna með þetta, að láta göngu tala til hins ytra og til hins innra. Og ég finn það til þess að í pílagrímaferðunum í Borgarfirði og líka þegar ég hef verið með miðaldra konum á Jakobsvegi, að það er ekki síður upplifun að sigrast á í raun og veru einhverju hið innra. Að það sem gefur göngunum sem það dýpt þetta andlega og þetta í raun og veru bara, og af því að þegar maður auglýsir sjálfur pílagrímagöngu þar sem maður sjálfsagt að vera með bænir og hugveikir og helgihald, og maður frjáls af því að þetta verður miklu dýpra og miklu meira gefandi, ekki vann. Eru það ennþá til þess að síður pílagrímur.is? Já. Þannig að það er hægt að lesa allar þessar göngur sem eru hægt að fara í hér á landi. Já, en það er nú, hefur nú ekki verið mikið, það er til ekki komið neitt inn í varðandi sumarið í sumar, en við höfum verið að ganga alltaf náttúrulega frá bæ á Skálholtshátíð og ég reikna nú með því það verði líka í sumar. En það er heilmikið efni og þar getur að minnsta kosti séð hvernig þessar göngur eru skipulagðar, hvað er gist og hversu langt er gengi og svoleiðis.
og á þessum göngum hérna innanlands, og það sem ástæðan fyrir því að við fórum að gera þetta hér var öðrum þræðið svo að það þarf ekkert endilega, það þurfa ekkert allir að fara til Spánar eða til Noregs eða til útlanda. Það er líka hægt að kynnast þessu og tileinka sér raunveru þennan lífstíl með því að fara í skemmri göngur hér innanlands. Það geta ekkert allir farið til útlanda. Sólveig? Já, en ég ætla bara líka að benda á, það er líka hægt að gengið á Hólahalli. Já, nákvæmlega. Og það er mjög einföld ganga á alla jafnsléttu, mjög þægileg og bara einn dagur. Nákvæmlega. Og svo náttúrulega líka, því bara svo fyrir ökli Eyra, sko, að svo er náttúrulega til alveg sko mjög flotta leiðir til þess að Norðurlöndunum, bæði Svíþjóð og Noregi og Rúna hefur nú gengið Ólafsveginn. Já, ég hef nefnað það áðan, sko. Svo er líka hægt að ganga sko alveg bara frá Þrándheimi til Jerúsalem, gegnum Róm. Algjörlega. Þannig að það er allt til í þessu. Já. Ég meina, Evrópa er stútfull og ég nefndi það í upphafi hérna í dag, sko, það er náttúrulega Herveginn á Jótlandi, það er Ólafsveginn í Noregi, það er Birgituveginn í Svíþjóð og eins og segir, sko, og allar leiðir lágu til Rómar, til forna og þetta eru rosalega margar pílagrimleiðir. Axel? Það er líka að geta þess að á Suðurlandi er gengið frá Strandakirkju í Skálholt á 5 sunnudögum og svo ganga er eiginlega frá Skálholti til Jerúsalem eða Róma. Það er bara sú leið. Og þetta eru 5 stakir sunnudagar, ekki í beit, þannig að ég hvet ykkur til þess að reyna að nýta þetta ykkar safnastæri að koma með hóp eða ekki sjálf vegna þess að það eru fullt af fólki sem fer til Spánar og ég held sjálfur að það sé gott að hafa eitthvað veganistu með sér þangað. Ekki spurning. Og eitt sem við gerðum í sumar sem braut allt saman í aðra átt, það var það við höfðum altarissakramentin og það gerir gæfu mun. Já, ekki spurning. Við höfum þetta sko Og eitt viðbót, það er pílagrímagöngu.is og til þess að við ættum orðið pílagrímagöngu en ekki eitthvað fyrirtæki, þá er þetta svona hluta til skrásökt förum. Eins sem ég langt að bæta við sambandi við pílagrímagöngun á Hólahaldið, að þá þegar við komum í Hóladómkirkju þá er endurnýjun skírkvæðar. Já. Og altarisganga. Já, það er náttúrulega svo Skálholti. Skúli? Nei, bara áhugavert og nú hefur það sem sagt fæst í aukana að það verður að hlaupa á milli kirkna í þéttbýli. Já. Eru þéttbýlis pílagrímagöngur til? Ekki spurning og það er alveg ótrúlega spennandi, til dæmis eins og hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það er hægt að vera með pílagrímagöngur á milli kirkna hér á höfuðborgarsvæðinu og ég veit bara það hafa náttúrulega verið göngumessur eitthvað svoleiðis og ég veit bara... Hansi Guðberg, hann hefur verið með námskeið og pílagrímaprógram og göngur og allt þannig. Ég var að tala það í síðustu viku og Hansa var með í fyrsta skipti fyrra og þar sem hann er með námskeið pílagrímaguðfræði og það er náttúrulega til þess að ég var hérna fyrir 2,5 ári var ég með pílagrímagöngu, það var í tengstu við norrænan pílagrímaprestafund sem var hérna, fór fram hérna í Dómkirkjunni og fræða fólk sem hélt hérna erindi og það er ekkert mál að vera með svona pílagrímagöngur hér bæði sko hér á höfuðborgarsvæðinu og annar staðar og það má meira að vera með pílagrímagöngur bara inn í kirkju þar sem raunverulega maður kynnir þessa hugmyndafræði bara í stuttu máli. Ingólfur? Já, ég með pílagrímagöngu, svona pílagrímagöngu. Já. Og þá prófaði ég það, ég er búinn að vera með þannig í nokkuð mörg ár. Já. Þannig ég prófaði fyrst skipti, ég kynntist í Skálholti og bara takk fyrir frábært erindi svo alltaf að gangi það. Já, það er mjög mikið. Þá var ég bara að benda á það og ég prófaði það fyrsta skipti núna síðast, ég var með svona göngu. Þá var það fólk sem hafði verið áður og það upplifði þá gönguna öðruvís. Og þá var þetta ekki þögn allan tíma, þetta þá svona sagði maður göngu við þögn og svo var svona opnað fyrir samræður á leiðir. En það er einmitt það sem skiptir svo miklu máli, það er að kynna fólk bæði fyrir kyrrðinni og þögninni og sumum finnst þetta rosalega óþægilegt til að byrja með. En svo fyrir fólk virkilega að kunna meta þetta og finnur hvað þetta er dýrmætt. Og ég hef farið með konur sem sagt á Jakobsveginn og það er bara þær vilja alls ekki sleppa morgninum þar sem allir ganga bara í kyrrð og þögn og fólk upplifa það hvað einmitt þessi kyrrð er dýrmætt og heilandi.